Hingað kominn Skúli Magnússon, ritari við EFTA-dómstólinn. Sæll vertu. Við ætlum að fara svona stuttlega yfir það hvað þessi blessaða dómstólaleið sem menn eru að tala í varðandi Icesave-málið feli í sér. Menn eru nú sko ekki alveg eitt sáttur það og kannski vita menn ekki nóg og það þarna verður að segja sem svo að flækjustigið nokkuð í þessu. En þú sem sagt við EFTA-dómstólinn sem að þá með úrskurðavald að því leyti að eftirlitsstofnun ESA vísar þessu máli til EFTA-dómstólsins. Já, EFTA-dómstóllinn dómstóll í Luxemburg sem fer með úrskurðavald samninginn Evrópska efnahagssvæðið gagnvart Noregi, Íslandi og Liechtenstein og svona í ígildi Evrópudómstólsins gagnvart þessum ríkjum. Og ég ritari EFTA-dómstólsins og get þar af leiðandi ekki tjáð mig málið efnislega og tek það fram að málið ekki komið til EFTA-dómstólsins. En jafnframt teljum við hjá EFTA-dómstólnum og höfum alltaf talið að það væri mikilvægt að hlutverk dómstólsins almennt og þá í sambandi við stór og mikilvæg mál eins og þetta væri skýrt og upplýsingar það kæmu fram í EFTA-ríkjunum og meðal annars á Íslandi. Og eins einnig að svona leiðrétta ákveðnar missagnir og aðdróttanir það að EFTA-dómstóllinn væri hugsanlega einhvers konar afgreiðslustofnun fyrir eftirlitsstofnun EFTA. Já. En svo ég kannski segja aðeins frá því hvernig mál koma til EFTA-dómstólsins og hvernig þetta mál myndi hugsanlega koma til EFTA-dómstólsins að þá í sjálfu sér að ræða tvö mál. Eða tvenns konar mál. Annars vegar erum við að tala svokölluð samningsbrotamál sem eftirlitsstofnun EFTA höfðar gegn EFTA-ríkjunum og í þessum málum skorið úr það hvort að EFTA-ríki hafi brotið gegn skyldum sínum samkvæmt samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Og slíkt mál hefur samkvæmt fréttum þegar verið undirbúið eða komið á undirbúningsstig hjá eftirlitsstofnun EFTA. Það að segja eftirlitsstofnun EFTA hefur gefið út svokallaða formlega tilkynningu og ef það mál heldur áfram þá lýkur því hjá ESA með svokölluðu rökstuddu áliti og þegar þetta rökstudda álit liggur fyrir að þá næsta skrefið að höfða mál, samningsbrotamál fyrir EFTA-dómstólinn. En þetta mál, í þessu máli, þessu samningsbrotamáli ekki skorið úr skaðabótaskyldu íslenska ríkisins. Nei. Og það kannski þetta sem hefur ekki verið alveg ljóst í fréttum að undanförnu. Ef ég held áfram... Það dæmt þá hvort að samningsbrotið hafi átt sér staðinn ekki meira. Nákvæmlega. Í þessu samningsbrotamáli skorið úr hvort að EFTA-ríki hafi fullnægt skyldum sínum og í þessu tilviki snúast þessar skyldur tvennt ef marka má fréttir. Það að segja annars vegar þessa tilskipun innistæðutryggingar og hins vegar regluna, hina almennu grunnreglu EES-samningsins bann við mismunun á grundvelli þjóðernis. Nú, ef við gefum okkur það að í þessu máli, samningsbrotamáli, sé komist að þeirri niðurstöðu hjá EFTA-dómstólnum að ríkið sé brotlegt, þá mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þar með hefur ekki verið skorið úr skaðabótaskyldu ríkisins. Til þess að fá skorið úr skaðabótaskyldu ríkisins þarf að höfða nýtt mál og það mál höfðar eftirlitsstofnun EFTA ekki. Heldur sá sem orðið fyrir tjóni. Já. Og þegar við komum að slíkum málarekstri þá erum við að tala hina tegundina af málum sem EFTA-dómstóllinn fæst við og það eru mál sem dómstólar aðildarríkjanna vísa til EFTA-dómstólsins til ráðgefandi álits eða forúrskurðar og við erum þá að tala það að ef brot hefði verið staðreynd að þá gætu tjónþolarnir höfða mál fyrir væntanlega íslenskum dómstólum gegn íslenska ríkinu og íslenski dómstólar myndu þá vísa málinu til EFTA-dómstólsins og fá úr því skorið
hvort að skilyrðum fyrir skaðabótaskyldu íslenska ríkisins væri fullnægt. En þá ekki þegar komin úrskurður frá dómstólnum eða hvað? Eða þarf þá að vísa því aftur frá íslenska dómstólnum til EFTA-dómstólsins? Algjörlega, vegna þess að og það er mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir því að þótt að fyrir liggi brot EFTA-ríkis að þá er ekki þar með sagt að öllum skilyrðum skaðabótaskyldu sé fullnægt. Og skilyrði fyrir skaðabótaskyldu EFTA-ríkis, og hér erum við að tala sömu skilyrði sem gilda skaðabótaskyldu aðildarríkja Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna. Það liggur fyrir viðamikil dómaframkvæmd bæði hjá Evrópudómstólnum og hjá EFTA-dómstólnum. Þau eru í meginatriðum þrenn. Það þarf að eiga sér stað brot, það þarf að vera orsakasamband milli tjóns og brots og í þriðja lagi, og þetta er nú kannski það skilyrði sem ætti að upplýsa aðeins betur í umræðunni, að þá þarf brot að vera nægilega alvarlegt. Þannig að í þessu máli sem yrði hugsanlega höfða gegn íslenska ríkinu til greiðslu skaðabóta, að þá yrði fjallað það meðal annars hvort að brot íslenska ríkisins væri nægilega alvarleg til þess að stofna til skaðabótaskyldu. En það er sem sagt, EFTA-dómstóllinn kemur hvergi nálægt því að dæma hinar eiginlegu skaðabætur. EFTA-dómstóllinn myndi geta tjáð sig þetta mat, hann myndi geta tjáð sig þessi skilyrði að því marki sem hann teldi nauðsynlegt, loka orðið þessa skaðabótaskyldu og fjárhæð yrði í höndum íslenskra dómstóla. Það var einnig héraðsdóms og svo Hæstaréttar ef það færi þá leið. Þetta er býsna langt ferli virðist vera og það sem maður spyr sig er, segjum að gefum okkur að EFTA-dómstóll myndi dæma gegn Íslendingum í svona máli, er ekki þá, ég menn, er þá hægt að setjast aftur á samningaborði með þá niðurstöðu eða hvað? Já, það er ekki mitt að segja til hvernig þessi milliríkjadeila myndi þróast samfara þessu, og það er kannski rétt að ég leggja á það áherslu að þessi dómstólaleið sem við erum að lýsa núna, hún er lagaleg hlið málsins, lögformleg hlið málsins getum við sagt. Það er engin trygging fyrir því og ég er ekki að halda því hér fram að þessi leið og svo niðurstaða sem myndi leið af henni myndi þýða endalok málsins. Það er kannski, eins og einn maður sagði við mig, barnaskapur að halda það að þessari milliríkjadeilu myndi einfaldlega enda með því, ljúka með því að íslenski dómstólar myndu kveða upp ákveðin dóm, hvort sem það væri í samræmi við niðurstöðu EFTA-dómstólsins eða ekki. Það er annar að leggja mat á það. Já, en höfum við einhver fordæmi ganga þjóðir gegn áliti dómstólsins í einhverjum tilvikum? EFTA-dómstólsins? Sko, við skulum hafa það á hreinu að Bretar og Hollendingar eru ekki aðilar að EFTA-dómstólnum. Þannig að EFTA-dómstóllinn er dómstóll sem starfar á vegum þessara þriggja EFTA-ríkja, Íslands, Noregs og Liechtenstein. Þannig að þetta er ekki sameiginlegur dómstóll þessara ríkja. Og það er engin slíkur dómstóll til sem fjallar milliríkjalega ágreining. Þetta er svona ígildi Evrópudómstóls fyrir okkur. Gagnvart Íslandi, Noregi og Liechtenstein. En dómstóll sem sker úr þessari milliríkjadeilu, Íslendinga, Breta og Hollendinga, hann er ekki til. Ekki nema þessar þjóðir ákveða að vísa þessu máli til alþjóðlegs gerðardóms. Já, sem gæti náttúrulega líka verið leið. En þannig að ferlið er þetta, að málið fer líklega frá ESA til EFTA-dómstólsins. Hann dæmir, ef að Íslendingar eru dæmdir sekir, þá fer þetta til Íslandsdómstóls, aftur með ráðgefandi álit hugsanlega frá EFTA-dómstólnum, síðan aftur til íslenskra dómstóla og málið þá þróast enda þá fyrir Hæstarétt á Íslandi, ef að þetta er hinn formlega leið sem þú ert að lýsa. Þetta er hinn formlega leið og þegar að málunni hefði lokið hjá íslenskum dómstólum, að þá eru náttúrulega, þá getur ýmislegt frekar gerst. Það má náttúrulega hugsa sér þann möguleika að einhver myndi telja að niðurstaða íslenskra dómstóla væri í ósamræmi við reglur EES-samningsins og þá eru ákveðin úrræði til að bregðast við því innan Evrópska efnahagssvæðisins, það er að sjá grundvelli samningsins. Evrópusambandið getur krafist ákveðna aðgerða, það eru til öryggisráðstafanir og annað slíkt
það má hugsa sér að eftirlitsstofnun EFTA myndi taka það mál upp með einhverjum hætti og hugsanlega hreyfa við því. En svona eitt af þeim atriðum sem hefur ekki alveg verið á hreinu í umræðunni það að loka orðið skaðabótaskyldu samkvæmt samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Það hjá íslenskum dómstólum. Það sem sagt alveg á hreinu. Skúli, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Við fáum hérna Uffe Ellemann Jensen rétt á eftir. Ég fór og hitti hann í Kaupmannahöfn og við ræðum svona eitt og annað. Evrópusambandið, aðeins dönsk stjórnmál, íslensk stjórnmál, ástandið í Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum.